Við erum stundum að ræða hvort og hvað að gerast í íslensku atvinnulífi og mér langaði til þess að sýna ykkur svolítið dæmi hvað að gerast bara á örlitlum bletti í gömlu höfninni í Reykjavík. Við stöndum hérna hjá gamla slippnum sem að hér í ágætisblóma og fær að vera raunar eins lengi og hann sjálfur kýs. Hérna hins vegar nýgræðingurinn, fyrirtæki, fleiri en eitt og fleiri en tvö sem hafa verið að koma sér fyrir á undanförnum árum á sviði hvalaskoðunar og alls konar upplifunar ferðamennsku í Reykjavík. Við færðum gamla saltfiskhúsið af Kirkjusandi hérna, gerðum upp og það veitingastaður eins og gömlu verbúðurnar sem eru iðandi og spriklandi af lífi. Endur komin algjörlega ný vídd í Reykjavík með gönguásnum frá Hörpu og yfir í verbúðurnar og síðan yfir í Örfirisey, þangað sem við ætlum að fara til þess að aðeins fá innsýn í hvað að gerast þar. Förum þangað. Hérna skemmtileg dæmi þar sem mætist gamalt og nýtt. Þetta fyrir aftan dráttarbrautirnar sem að hífa skipin eða draga þau á þurrt hjá slippnum, hjólastæði og síðan nýjasta hótelið í borginni. Líklega eina hótelið í heiminum sem beinlínis ofan í slipp. En beint af augum eitt af næstu spennandi uppbyggingasvæðum í Reykjavík, Slippasvæðið. Hér nýjasti leikvöllurinn í Reykjavík. Þetta eitt af tímabundnu verkefnum svokölluðu sem að farið í til þess að lyfta svæðum sem hafa verið lítið nýtt. En á öllu þessu svæði sem við stöndum á uppbyggingarsvæði fyrir litlar og meðalstórar íbúðir, þjónustu og verslun. Borgin keypti þetta land af höfninni á síðasta ári og deiliskipulag verður kynnt eftir nokkra vikur og vonandi byrjað að hanna sig inn í það og byggja strax næsta vetur. Reyndar byrjað að byggja 63 íbúðir þar sem að gamla hraðfrystistöðin stóð. Það ADAB sem gerir það og allar íbúðirnar voru seldar áður en að vinnuvélarnar kom á staðinn. Á bakvið það sögufræga Ellingsenhús. Þar verið að innrétta landnámssafn og alls konar spennandi hluti og kemur inn í nýja deiliskipulagið. Í næsta húsi við, þar sem að bæjarútgerð Reykjavíkur var, núna sjóminjasafn sem að margir þekkja, en á efri hæðunum CCP sem enn að færa út kvíarnar, að kynna nýjan skotleik og ráða fullt af starfsfólki á þessu ári. Hinum megin við búrhúsið fullt af hönnuðum og listamönnum og litlum fyrirtækjum sem í framleiðslu og jafnvel sölu til ferðamanna búin að koma sér fyrir. Þetta hluti af endurnýjun hafnarsvæðisins og ef maður gengur eftir Grandagarðinum sem mjög skemmtilegt þá sér maður á vinstri hönd alls konar nýja hönnun, Steinunni, Farmers Market og miklu fleiri, en á hægri hönd auðvitað kaffivagnin sem að kúrir þarna og klassískur, en beint á móti honum kemur síðan bakkaskemman, upphafið af gömlu skemmunum sem kannski ekki svo mjög gamlar, en þar hefur sjávarklasinn hreiðrað sig. Faxaflóahafnir hafa leigt sjávarklasanum sem samfélag 15-20 þekkingar og sprotafyrirtækja sem að tengja sjávarútvegi á einhvern hátt. Þeir að biðja meira húsnæði því að það mjög margt að gerast í þekkingatengdum greinum hérna á hafnarsvæðinu og ennþá lengra þar sem við sjáum frystihús HB Granda. Þar að fara í gang framkvæmdir því að höfnin hefur gefið útluta lóð til HB Granda og þar á að setja niður nýjar frystigeymslur sem hægt að sjá byrja að móta fyrir, framkvæmt fyrir tæpan milljarð og rammar svolítið inn gömlu höfnin í Reykjavík með Hörpu og menninguna á aðra hönd og frystigeymsluna og sjávarútveginn á hina, því að nú hafa borgaryfirvöld sagt hér og verður hafnarstarfsemi, hér og verður
svæði fyrir atvinnustarfsemi þó að eigi að taka ný svæði sem tengjast gamla Vesturbænum fyrir íbúauppbyggingu, ungt fólk og leiguhúsnæði. En það líka í takt við það sem að er best þegar að blanda saman öflugt atvinnulíf, gott mannlíf og skemmtilegt umhverfi.